Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Verið velkomin að Rauðaborðinu aftur, ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, Sólrún Harðardóttir, kennari og námsefnishöfundur sem var að hanna og bara semja eiginlega nýjan stórmerkilegan vef sem að heitir Náttúra Reykjavíkur og það eiginlega bara maður gleymir sér alveg ef maður fer inn á þennan vef sko. Þetta eins og að fara bara í heilan skóla. Ég hugsaði mér ef það kemur eitthvað COVID aftur eða eitthvað, þá væri þetta mjög sniðugt bara bæði fyrir kennara og nemendur og alla náttúrubörn að þetta svo mikið svona sniðu og skemmtilegu forvitnilegu efni. Hvernig kom það til að þú komst þessu öllu saman? Já. Takk fyrir það, Oddný. Það fallega sagt. Já, tilurðin, það var eiginlega bara þannig að ég hafði tíma til að gera þetta. Ég hafði líka reynslu á því að vinna vefi ákveðin svæði. Ég hef gert vef líka Skagafjörð og Kópavogsbæ. Og svo náttúrulega hafði ég mikinn áhuga og tel mjög mikilvægt að börn kynnist vel náttúrunni í sínu nánasta umhverfi. Já. Og tel að fræðsla hana sé mjög mikilvæg og mann bætandi, þannig að það svona svolítið ástríða þessu líka. Þannig að menntunin bara, tel hana afskaplega mikilvæga í þessu samhengi. Það svolítið, maður finnur það að þú ert að miðla til þeirra sem kannski eru ekki aldir upp á heimilum sem að stunda útivist reglulega. Þú ert eins og að koma móts við þá sem bara vita valla hvert eiga að fara eða eru að fara út í náttúruna og vita ekki hvernig eiga að vera klæddir eða svoleiðis, að þú kemur svona móts við ýmsa svoleiðis. Já, þessi vefur ekki hugsað þannig að þú eigi bara að liggja við tölvuna og kynnast náttúrunni gegnum vefin. Þannig heldur vefnum ætla það að styðja fólk í því að fara út og skoða náttúruna og kynnast henni. Og þannig að hún þessi vefur þannig stuðningur við krakkana og við þá sem eru að vinna með börnum. Í rauninni hugsa ég þennan vef þannig að hann sé ætlaður börnum svona kannski svolítið í fylgd með fullorðnum. Já. Þannig að svona í skólastarfi kannski, í frístundastarfi, krakkar með fjölskyldu sinni, að þau fari út og þarna eru börnin ávörpuð en þarna eru líka svona leiðbeiningar til hinna fullorðnu. Þannig að bæði börnin og hinni fullorðnu græða á, ættu að finna sér þarna ýmis konar fróðleik. En það ekki bara einhver fróðleik, það líka svona verkefni. Já. Hvað hægt að gera út í náttúrunni? Og þá ég svona með það mjög mikið í huga að krakkarnir svona læri að njóta náttúrunar. Og það eru alls konar verkefni sem að fá þau til að hugsa, að skoða, pæla. Þetta svona eflir náttúrulæsi algjörlega. Þú ert eiginlega náttúrulæsis kennsluefni. Já, það má segja það. Og kannski þetta pínu tungumálakennsla. Líka, já. Því að náttúran hefur ákveðið tungumál. Já. Og að læra tungumál náttúrunar, það þarf að rækta það. Það gerist ekki
bara 1, 2 og 3. Það þarf að vinna í slíku námi líka. Og þarna einmitt svona verkefni svona sem eru líka eins og leikir, örfa líka leikgleði, svona geti ímyndað mér, en samræðu sko, því að þarna eru einmitt fullorðnir sem eru þá í samræðu við börn og þannig að þetta eiginlega upplæður svona samræðu grundvöllur fyrir kannski fullorðna sem veit ekki alveg hvað þeir eiga að ræða við börnin sín. Já, akkurat og svo eru margir sem eru svolítið svona rægir við að fara út í náttúrunni kannski með barnahóp eða halda þeir veit ekki nú. Þannig að þetta ætti að styðja við fólk að vera ekki hrætt við náttúruna og bara að vera svolítið með börnunum svona kannski svolítið á svona jafningjagrunni að virkilega pæla í hlutunum og náttúra sem slík nú bara þannig að hún er svona ákveðin aflvaki sköpunar. Já. Leið og þú ert úti einhvers staðar í fallegu umhverfi þá fer svo margt af stað í huganum. Sérstaklega ef þú gefur þér tíma. Og þessi verkefni sem ég set fram að það eru gjarnan svona einhver verkefni sem eru svona opin og íta undir skapandi hugsun og bara eru skapandi verkefni. Já, maður finnur það einmitt. Þarna er mjög svona skapandi nálgun á nám og náttúruna og bara einhvern veginn samveruna svona. Já. En það er svo líka gaman að hvað þú ert búin að kortleggja þannig að kortleggja svæðin og hvað eru mögnu náttúrufyrirbrigði inn í borginni sko, sem að kannski maður getur auðveldlega litið bara framhjá og gengið framhjá. Akkurat, sumir halda þessi engin náttúra í borg en það er bara misskilningur og kannski eru Reykjavíkurborg óvenju rík af náttúruperlum eða við ýmsar aðrar höfuðborgir segjum. Þannig að það er mjög margt hér að skoða. Það er mjög margt hægt að telja upp. Hérna eru steingervingar, hérna eru minjar frá jökul, frá jökulhlaupi, nei. Frá síðasta jökulskeiðin. Já. Og lundar, sumir hafa aldrei séð lunda. Lundi er í landi Reykjavíkur. Já, ég hef aldrei séð lunda í Reykjavíkur. Dæmi. Já. Og hérna er laxveiðár, fjörurnar. Já. Þetta er óbáslega dýrmætt. Og svo margt fleira. Og bara líka garðarnir, Hljómskálagarðurinn sem villtur fuglar á tjörninni. Þú veist, það er líka náttúra í görðunum. Það er margt hægt að pæla í kringum fallið blóm þar eða það er margir sem segir náttúrulega að vera út í náttúrunni, það er svona bara fara og vera út í náttúrunni sjálfu sér auðgandi, en mörgum finnst gott að hafa eitthvað fyrir stafni eða hafa eitthvað verkefni og sumir eru einmitt að veiða eða hlaupa eða gera eitthvað svona tiltekið. Og þannig er þú eiginlega að búa til svona, þú ert eiginlega svona svolítið á mörkurum að þetta er svona hvað er þetta svona ráfa náttúruna bara svona og uppkvötva og labba svona stefnulaust, ekki beint í neinu prógrami. Og svo hins vegar er þetta samt líka svona, þú ert eiginlega rétt okkur alveg fullt af litlum verkefnum og svona plönum og prógröfum sem að við getum haft hérna til þess kannski að bara til þess eiginlega að gera útivistina líka svona skemmtilegri. Já. Ekki bara til þess að fræðast sko. Nei, einmitt. Þetta er bæði svona að fræðast og vera úti eins og þú segir. Já. Og vera saman. Já. Og þarna sko þetta vefurinn þannig uppbyggður að það eru svona kannski svolítið svona almennir kaflar, ef má kalla það
svona ólík búsvæði. Það er þurrlendið og það er sjórinn og það er votlendi. En svo er líka fjallað sko ákveðna staði og svo er þessu náttúrulega krækt saman eftir því sem við á. Þannig að og þarna eins og segjum kannski það sem er umfjöllun almennt þurrlendið þá er líka farið út í jarðfræðina og líka svona kannski svolítið landafræði bara það að þekkja svolítið hvað snýr upp og niður á Reykjavík, hvernig hverfin eru, hvernig þetta hefur þróast. En hvernig þetta er svo margsháttalegla þekking þarna, sko. Þú veit einmitt á þróunarsögu, líffræði og vistfræði alls konar. Hvernig eiginlega aflaði þú þér? Er þetta ekki búið að vera alveg gríðilegt verk svona? Koma þessu öllu saman? Jú, þetta hefur verið mikið verk. En ég hef unnið námsefni áður. Ég er reyndur námsefni sögundur. En alltaf yfirleitt er ég með svona eiginlega svona það sem ég kalla vistfræðilega nálgun. Þannig að ég er að horfa á það sem er lifandi en einnig hið lífana og setja þetta allt í samhengi. Það er ekki endilega mjög áhugavert að vita bara hvað þessi og hinn plantan heitir, þessi og hinn fuglinn. Það er langt meira áhugavert að vita eitthvað þessar lífverur og af hverju þær eru þarna en ekki eitthvað annars þar. Hvað er það í þeirra byggingu, þróun, lífi sem tengir þær við umhverfið sitt, aðra lífverur. Nágrenni við fólk, hvaða áhrif hefur byggð á villta náttúru til dæmis. Það hefur sýnt sig að skógaþrestir til dæmis í borgum, þeir hreiðra sig hærra í trjánum heldur en skógaþrestir út í villtum skógi. Og hversuna skildi það vera? Fólk getur pælt í því. Þú ert búin að vera höfundur námsefnis. Þegar við fundist vera komin tími til að vera með námsefni, sko þú hefði getað sett þetta í allar þessar upplýsingar, þótt að séu vídeó og myndir og svona, þú hefði getað samt smellt þessu í bók, en þér fannst mikilvægt líklega að hafa þetta á neti og þannig að þetta væri raunverulega nám sem færi fram á göngu eða í vettvangsferðum eða svoleiðis. Já, það er mjög margir kostir við það að hafa þetta efni á vefnum. Ég kræki í mjög margt. Það er þarna lifandi efni. Þú setur ekki svo auðveldlega lítil myndböndin í bækur sem dæmi. Og svo er þetta líka þannig að þetta er lifandi efni. Ég er með svona fréttaflutning þarna og segja þetta reglulega inn fréttir af því sem ég finnst ástæða til að vekja athygli á. Ég var einmitt að skrá mig í gær á sko póstlista þannig að til þess að fá líklega þá fréttir frá þér. Já. Þinni fréttastofu. Þegar ég seti nýja færslu að þá fá áskrifendur póst. Já. Og geta þannig fylgst með og þannig minni ég líka fólk á vefinn. Og getur þú sagt okkur eina frétt svona, getur að gefa okkur vistfræðileg fréttastofa svona? Ég setti nú náttúrulega þegar sumardagurinn fyrsti var svona og hvað það fæli í sér og hvað væri áhugavert að fylgjast með. Ég er með bak við eyra það sem að fer í næstu færslu og kannski gerist það bara í dag og morgun. Því að það kom frétt það í Ríkissjónvarpinu helgina að það hefði fundist steingervingar upp í Eiðsvík sem ég langaði til að vekja athygli á og krækja í. Þannig að það verður líklega næsta frétt. Og þannig að bara eftir sem að er efst á baui í náttúrunni eitthvað sem að kemur í ljós, eitthvað að gerast. Er þessi vefur sko á vegum Reykjavíkurborgar eða á þínum eigin vegum svona? Þetta er eiginlega bara minn vefur. Já. En Reykjavíkurborg hefur hjálpað mér og hún hefur
koma að þessu svona svolítið í lokin að hjálpa mér að kynna hann og þannig að allir kennarar og fólk í frístundastarfi hefur verið látið vita hann og kannski verði ég með einhverja pínu námskeið eða kennslu hann í haust fyrir fólk sem að fyrir kennara og fólk sem að leiðbeina í frístundastarfi. En í raun og veri þetta minn vefur, en ég sótti styrki og fékk styrk úr þróunarsjóði námsgagna, það var fyrsti styrkur og þá var það eiginlega ekki aftur snúið. Þá ákvað ég að fara í þetta. Hagþenki styrkti þetta líka og eins og ég segi Reykjavíkurborg. En þetta svona, þú ert orðin eins og hálfgerður eða svona skólastjóri í þessum litla náttúru skóla fyrir borgarbörn. Já, það er náttúrulega svolítið vald sem að ég með. Ég sjáum það bara þú ert alveg hérna. Ég svona ritstjórinn á þessu og höfundur og sé þetta en ég nú alveg í sambandi við fólk, kennara og hef og bara sérfræðinga, ég náttúrulega vil að þetta sé allt rétt og slíkt og ég má til með að nefna Hrefnu Sigurjónsdóttur sem var kennari minn þegar ég var í kennaranámi, náttúrufræðikennari sem að hefur verið mér mjög hjálpleg. Já, og hún þá líka, deilið þið þessari svona hugsjón kennslu, svona annars konar svolítið kennslu eða hvað? Þetta pínu, er ekki svolítið vöntun á svona kennsluefni? Jú, ég held að það sé ekki vafamál að það skortir og einmitt þetta sko ég held að sé svolítið þetta sko að kennarar séu svona rægir að þetta svona munið ég held að kennarar vilji fara meira út en þeir eru svolítið rægir þetta virkar vesen en í raun og veru það minna vesen og meiri gleði sem kemur út úr því en fólk kannski á von á og oft hefur komið í ljós að þeir sem eiga kannski svolítið erfitt inn í kennslustofu að þeir blómstra þegar þeir koma út í náttúruna. Já. Þannig þetta auðvitað líka bara svo skemmtilega sko praktist, þú veist, þú ert að kenna að búa til veiðigræju til að veiða hornsíli og svona eitthvað sem maður getur ímyndað sér að þú veist að vera svo gaman fyrir hópa krökkum að undirbúa af því að þú líka leggur mikla áherslu á að undirbúa ferðina og einhvern veginn að pæla í það er eins og maður hafa tilfinningu þetta sé ekki bara svona ferð sem að skólahópurinn fyrir einu sinni fyrir eina ferð eða tvær heldur sko fleiri að því svona áframhaldi í því. Já. Þannig að kannski ertu svolítið að bylta skólakerfinu, núna verður bara skólagangur meira og minna bara úti í fjöru. Ég held að sé mjög mikilvægt að svona vettvangsferðir hafi markmið og það bara verður árangursríkar og börnin finna það alveg. Þau finna alveg að þegar þau virkilega eru að læra og skoða og vita hvað þau eiga að gera og með augu og eyru opin og allt það. Og svo geta þau sjálf einmitt farið og fyllt í eftir, kannski með því að kynna sér svona eins konar ítarefni það ekki? Já, einmitt. Þannig hægt að bara kafa hon í alls konar fróðleik ýmislegt. Og eins og þú varst að lýsa þá þarna þú varst að tala búnað og svona þú veist, þetta ákveðin stuðningu við að fara út. Það listi yfir hvað gott að hafa með sér ef þú ert að fara út í skó. Já. Það listi yfir það sem gott að hafa með sér þegar þú ferð í fjöruna. Já. Og svo framvegis. Þetta rosalega gulls í gildi og þú ert þarna að segja mann líka munin á að vera í nærfatnaði og gerfiefnum og hvað vitt
hlýrra og bara þannig að ferðin sé ánægulegri einhvern veginn. Já, það alveg ömurlegt að vera kalt í vettvangsferð. Það bara leiðilegt, þá viltu bara fara heim. Það bara þannig. Og kannski það auðveldara, þú veist, maður veit náttúrulega að krakkarnir vilja bara vera kannski í einhverjum ákveðnum fötum sem þeir vanir að vera í eða eitthvað. En það kann að vera auðveldar að geta bent á rökin, þú veist, hvað ullin gerir og ráðleikingar sem eru þarna setta fram á vefnum. Já. En hefur fundist eins og sko þetta veki áhuga, að því þú ert með ansið svona breytt svið og eiginlega nokkra svona nálganir, það mætti halda að væri búin að stúdera sko heila, hvað er það, svona heila kveila pælingar þegar það er sagt að þú veist, sumir krakkar verða að fá nálgast námsefni út frá þessum vinkli, aðrir út frá öðrum vinkli til þess að veki áhuga þeirra sko. Er það eitthvað svoleiðis markvisst, sko, þú veist, ertu með pælinguna að einhvern veginn að krækja, ekki bara krækja í efni á netinu, kveikja áhuga ólíkra einstaklinga einhvern veginn? Já, ég held að ég sé gjarnan með verkefni þannig að þau séu svolítið opin. Þannig að börn með ólíka áhuga, ólíka áhugasvið og kannski ólíka hæfileika. Kannski flink að teikna, önnur flink að skrifa. Þú veist að verkefna útkoman getur verið á mjög fjölbreyttu formi og að sem flestir geti fái notið sín. Þó þau séu kannski að skoða sömu náttúrufyrirbærin. Og þetta, þú hefur unnið sem kennari, er þetta svona það sem að þér fannst svolítið vanta, fannst þér vera svo ofstaðla þá, þetta verkefnið, þetta markmiðið og ég er ekki kannski að dobla þig til að fara eitthvað að gagnrýna eitthvað. Nei, ég held að það sé bara mjög mikilvægt að reyna að finna, maður gerir það ósjálfrátt, að finna hvar áhugasvið liggur, hvað kveikir í krökkunum. En þú veist, þú sagt sko, það er bara, sumir eru fljótir að sjá að þetta er nú svona náttúrubarn og þetta er ekkert náttúrubarn, það sé nú bara alltaf, heldur að það sé rétt eða heldur að öll börn séu náttúrubörn? Nei, ég held, það þarf að rækta þennan hæfileika. Það þarf að rækta þennan hæfileika að verða náttúrubarn. Það er ekki meðfætt, trú ég. Og það er gert með því að fara út, pæla í því sem fyrir augu ber, flýta sér hægt. Það er svo margt hægt að gera og henni fullorðnu að vera með þeim í þessu svona, það skiptir máli. Upp á þess að svona, þetta er ákveðið uppeldi. Og eins og ég held ég hafi sagt áðan kannski að náttúran sjálf er líka uppalandin í þessu. En það þarf svona kannski að opna augu og ekki bara augu, það eru öll skilningavitin. Sem að þarf á einhvern hátt að opna hjá börnunum og tengja náttúruna og þau. Og leyfa náttúrun kannski einmitt að opna líka. Já. Mér finnst náttúran vera svolítið uppaldi líka bara sem slík. Það að þekkja náttúruna eða umhverfi sitt. Það veitir ákveðina svona öryggiskennd, líkt og bara fjölskylda. Þannig að það er mjög eftirsóknarvert að kynnast henni. Núna eru margir að tala náttúrulega geðheilsu barnar og aukna vanlíðan barna mjög mikið.
og vera að tala þú veist, reglukerfið í skólunum og uppeldishætti alls konar, en maður hefur ekkert kannski mikið heyrt bara beinleinis talað það að það sé mikilvægt fyrir börn að vera meira út í náttúrunni og í tengslu við náttúruna. Eins og þú ert eins og kemur fram á þessum veffínum, ég fannst þetta þessna svo stórmerkilegt einhvern veginn. Já, ég bara staðhæfi það að það er mjög mikilvægt hverju mannesku að vera úti og kynnast náttúrunni. Það er bara skiptir mjög miklu máli fyrir vellíðan einstaklingsins og hérna bara sterkari sjálfsmynd og aukin svona næmni á hlutina, athyglisgáfa, ég bara þroski og þetta skila sér í fleiri bara í öllu námi að taka eftir því sem það í kringum mann. Og einmitt þess að þú ert bæði með alveg smáatriðin og svo stóra samhengið. Já, ég að fjalla þarna líka stórumálin á vefnum. Já. Þannig að þú setur það þú hjálpar allavega þessum fullorðnum og börnunum að setja það í samhengi og finna svolítið tilgangin líka í því. Já. En þarna mjög heppilegt að fólk getur bara farið milli hverfa, já, ég bý í þessu hverfi, þá byrja ég að fara á þessa staði. Já, svo á eftir að bæta við nokkrum stöðum. Já. Og þannig að þessi vefur á eftir að vaksa, ekki bara að komi fleiri færslur, það líka fleiri staðir sem eru ókomnir og fólk getur bent mér á ef það saknar einhvers. Einmitt. Þannig að endilega að vera í sambandi þannig. Það nú gaman, ef menn eiga sér uppáhaldsstaði í sínu hverfi eða öðrum hverfi, bara í borginni. Já, einmitt. En finnst þér vera bara rétt undir lokin, þeir sem voru að detta inn, þá þetta síðan náttúrareykjavíkur.is sem var verið að opna núna bara nýverið mjög. Já, það var í febrúar held ég formlega opnun. Já. En svona, þetta svona að fara að stað allt saman. Og finnst þér að Reykjavíkurborg, ef við tökum hana nú bara, finnst þér hún vera nógu vakandi svona fyrir, eða við Reykvíkingar nógu vakandi fyrir okkar náttúru eða svona að verndana og að eiginlega passa upp á að vera með óbyggð svæði, þetta mjög hlaðin spurning. Ég markmið með þessum vefi náttúrulega líka að ala upp börn sem að þykir vænt náttúruna, áttar sig á þessum verðmætum sem að í umhverfi okkar. Og vonandi skilar það sér í því að þau vilji vernda náttúruna. Það mikið framkvæmda gleði í Reykjavík og það ýmislegu sem hefur verið fórnað og það kannski ekki allt búið enn, væntanlega ekki. Og mér finnst að við megum fara varlegar. Það mjög verðmætar fjörur. Það eru ansi margar uppfyllingar líka. Já. Þörf á þessu öllu? Sundabraut framundan, eða hún alltaf í umræðinni. Hvað þýðir það fyrir náttúruna? Þú ert nú náttúruverndar sinni mikill, ekki sant? Eða þú hefur svona beitt þér á því sviði gegnum tíðina? Að vera náttúruverndar sinni finnst mér eiginlega að vera það sama og vera bara góð manneskja. Það siðferðilega rétt að vera náttúruverndar sinni. Hvað hefum við með það að vera að vasast með náttúruna? Stjórnast í henni? Höfum við þann rétt? Ég ekki alveg sannfærð það. Ég lít þannig á að mennirnir séu partur af náttúrunni
og þeir eiga að fara varlega. Þeir eiga að hafa sjálfbarni að leiðarljósi og hafa sem minnst áhrif, sem minnst skaðleg áhrif á náttúruna. Það er bara þannig. Já. Og mér finnst stundum farið of geist. Já. Hérlendis og í Reykjavík. Og víðar. En sem betur erum við enn með einhverju náttúru fallega. Og þú kortleikur hana hér. Og við verðum að passa hana. Já, við verðum að passa hana og einmitt tengjast henni persónulega eins og þú ert að eiginlega hjálpa hverjum og einum að bara hafa einhverja leið til þess að tengjast náttúrunni á margvíslega vegu. Sólrún Harðardóttir, kennari og náttúruunnandi og námsefnis höfundur og höfundur þessarar merku síðu náttúrureykjavíkur.is. Hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu. Já, þakka þér fyrir að bjóða mér. Og segja okkur frá þessu, já, og ég bara ætla virkilega, kannski við rauðaborði getum við verið með náttúru fréttatíma líka. Það sé ekki bara, væri mjög gott að fylgjast, allavega ég búin að skrá mig þarna til þess að fá nýjustu fréttir, vistfræðilegar. Má segja það vistfræðilegar fréttir eða? Já. Ok. Kæra þakkir fyrir að búin að vef til fyrir okkur. Þetta er bara maður verður virkilega bjartsitt fyrir sumarið Þannig að fara með börnunum bara, það er komið prógram. Þú ert búin að gefa okkur prógram fyrir sumarið. Ég þakka hlustendum áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli. Og Laufey Líndal fyrir að varpa því yfir til ykkar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.